Og í stað þess að við sjáum fólk farin á lífeyrisaldur eins og var fyrir 5 árum, 10 árum sem að taka út 5, 6, 7, 8 milljónir í séreign, munum við eftir 20, 30 ár sjá fólk eiga sko 100, 150, 200 milljónir í séreign. Og þetta grundvallar breyting. Þetta breyting sem ekki bara að hafa áhrif á það svona hvernig fólki líður þegar það fer að hætta að vinna. Þetta bara að fara að hafa áhrif á íslenskt samfélag. Þetta að fara að vera þannig að fólk sem að komið yfir 60 með mikinn kaupmátt þegar að þessu kemur. Ef allt gengur á óskum og þetta heldur svona áfram eins og í horfir. Þetta mun líka væntanlega vera til þess að fólk verður aðeins sveigjanlegra varðandi sína vinnu. Vegna þess að ég hitti oft fólk og ræði oft við fólk sem mikið að spá í þessu. Mér langar að hætta að vinna, mér langar að vinna minna, en ég held ég geti það ekki fjárhagslega. En þegar mjög mikil séreign verður til staðar, þá verður það svona ákvarðanir miklu auðveldari. Já. Þú segir svona 10-15 ári að við sjáum þetta raungerast í íslensku samfélagi. Já, þetta að vaxa núna með hverju árinu sem líður, þá sjáum við að heildartekjur fólks á lífeyrisaldri að aukast mjög mikið. Eftir þessi 10-15 ár, þá þessi gamli lífeyrir sem vegur svo lítið, þá hann horfinn að mestu leyti. Það kannski aðeins lengra í það að við sjáum þessar svakalugu fjárhæðir sem fólk til dæmis undir 30 á Íslandi í dag að safna. Sá sem að koma inn á vinnumarkaði núna að safna hreint svakalugum tekjum. Auðvitað kemur á móti að það orðið erfiðara fyrir mjög ungt fólk að fara á vertíð að þéna mjög mikið þegar það ungt. Skattkerfið og bara vinnumarkaðurinn kannski búin að breyta því. En þegar við setjum þessar tölur inn í reiknivélarnar og að skoða aldurinn og eins og Benedikt hafði skoðað sem var svo áhugavert, þá förum við að sjá svo stóra fjárhæðir. Að þegar ég að halda til dæmis námskeið sem heitir lífeyrismál á öllum aldri, þar sem ég að reyna að ná til yngri hópsins, sem þarf stundum að ýta inn í salinn, að þá ég ofta að vekja athygli á þessu, þú ert ekki að fara að hafa það eins og am og am.